Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þættinum eru tvö mjög skemmtileg innslög. Við hittum höfund bókarinnar Lífið á vellinum, en hún fjallar samskipti varnarliðsmanna og heimamanna í hálfa öld, mjög áhugavert mál. Þaðan förum við í Keflavíkurkirkju og skoðum og hlustum á splunkunýtt orgel sem hefur verið í smíðum í heilt ár. Saga segja frá því. En komið með okkur fyrst á Keflavíkurflugvöll á gamla varnarsvæði og heyrum lífið á vellinum. Dagný, lífið á vellinum í ríflega hálfa öld samskipti varnarliðsmanna við Suðurnesjamenn og fleiri. Þannig að það hefur verið mikið efni að vinna úr fyrir því í bók þetta mál. Já, og kannski sérstaklega sem mjög skemmtilegt var að segja eða gefa nýja sýn á þessa sögu. Segja meira frá fólkinu sem bjó á vellinum og frá mannlífinu og bara þessu hversdagslega sem var hérna handan við hliðið í hálfa öld, eins og þú segir. Og ég er ekki að horfa á þetta hernaðarbrölt, ég er meira bara að skoða þetta mannlíf og þessi samskipti okkar við ameríska herstöð. Íslendingar unnu hérna hátt í 2000 þegar mest var og við áttum samskipti við þessa hermenn og við kynntumst þeim og við eignuðumst vini. Og þetta er saga sem held ég sé orðið tímabært að segja. En hvernig gerður þetta? Það eru náttúrulega fullt af fólki sem er ennþá á lífi sem náttúrulega vann hérna og átti samskipti. Í hvaða brunn fórstu? Ég byrjaði að taka viðtöl við fyrrverandi bandaríska hermenn og það var, sem sagt, ég notaði bara það sem kom út af því fyrir sýningunni í Buchanan sem stóð hérna í 3 ár. Mjög skemmtilegt verkefni af því að þar fann ég einhvern veginn áhugann. Bæði sko hjá Suðurnesjamönnum en svo kannski líka að fá gesti á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Hvað mikið af mýtum en það í gangi völlin sem eru kannski ekki alveg sannar. Þannig að mér var líka orðið ágætt kannski að fara að leiðrétta þær og gefa stærri mynd einhvern veginn af þessari hersetu, eða að kalla hana það. Og ég, sem sagt, það kom mér á óvart eins og með þess að fyrrverandi bandarísku hermenn, hvað ég voru jákvæðir í garð Íslands og verunar og svona vandræðilega jákvæðir sko. Það sem var kannski helst neikvætt var þá bara þessi einangrun. Sérstaklega fyrsta áratugina, þar sem þeir voru eiginlega bara lokaðir inni og nokkurs konar fangar hér upp á minni seiði. Þeir máttu í rauninni ekki fara út af vellinum? Nei, og þetta var mjög lengi viðvarandi, þessar reglur, þessi einangrunarstefna og kemur náttúrulega frá íslensku stjórnvöldum því að við þurftum að vernda viðkvæmu íslensku menningu. En þetta kom verst niður á þeim lægsettu því þeir þurftu alltaf að vera einkennisbúningi eða þau út fyrir völlin. Og á sama tíma kannski settu menn reglur á veitingastöðum og skemmtistöðum að hleypa ekki inn hermönnum í einkennisbúningum. Þannig að það var kannski bara officerar sem gátu verið í bara venjulegum fötum. Þannig að það var helst það sem var neikvætt að gera erfitt fyrir og náttúrulega þeir fundu það að við vorum ekkert voða jákvæð eða svona ákveðin neikvæðning að bara veru hers almennt. Dagný, þú ert í Kana-úlpu og þú með þess að í samfestingi sem var mjög algengur á sínum tíma hjá ungu fólki hér. Kemur eitthvað inn á þetta? Fatnaðin sem fyrst á vellinum? Allavega úlpurnar. Mér fannst nú við hæfa að vera í parka úlpur sko. Þú veist ég á svona gersemi sem ekkert allir eiga sko. Er þessi orginal? Þessi er orginal og kemur úr efnalauginni hérna á velli frá góðri konu sem ég ætla ekki að nefna hér. En það er satt, sko, klæðaburðurinn einhvern veginn var flottur á Kananum þegar hann gefur hérna fyrst. Það var mjög eftirsótt að vera í amerískum fötum, hvítum sokkum og svona. En það breytti seinna meir. Það var Kaninn meira svona hallæðislegur. Þú veist, þá voru við kannski ekkert alveg að reyna að klæða okkur eins. En það er stórkostlegt að heyra söguræði þegar börnin ultu úr bílunum þegar þau voru búin að fara á hana velli því þau voru svo mörgu lögum af fötum sko. Það var kannski búið að vera að versla eitthvað staðar og smygla fötunum niður. Smygla fötunum niður, já, nákvæmlega. En svo á einhverjum tíma þá fara að koma meiri fjölskyldur, þetta voru meiri einstaklingar í byrjun og þá var ekki pláss fyrir þá innan girðingar, þannig að það var mjög algengt hér í gamla daga að heimamenn hér á Suðurnesjum voru að leigja könum eins og það var kallað. Já. Og maður veit dæmi um það sem fólk var að byggja og gerði ráð fyrir að leigja könum. Já, meðri hæðið eitthvað. Akkurat, þetta voru bara uppgrip fyrir Suðurnesjamenn og það var bara einmitt hver hóla fundin sem hægt var að leigja út kana því það var náttúrulega gott að fá borgað í dollurum. Og þetta var einmitt svona fyrstu áratugina og þú þekkir það að maður vissi alveg hvar kanar bjuggu í Keflavík eða í svona nágranna sveitarfélögum. Þú veist, það var augljóst
og maður sá kannski álpapír í glugganum, það var svona alveg sérstakt, þeim fannst svo erfitt þessi íslenska miðnætur sól, þannig að þeir reyndu að loka hann úti. Og ég veit sko að síðan var gert átak í því að gera húsnæði fyrir fjölskyldufólk upp á vellinum og þá breytist í rauninni hann rosalega mikið. Það kemur bara miklu meiri festa og hermennir eru lengur og margir endurnýju dvölina aftur og aftur af því að mönnum fannst bara gott að vera hérna. En einmitt eins og það segir, mikil uppgrip fyrir Suðurnesjamenn í byrjun og líka bara fyrir börn sem álust upp í það voru kanar í götunni. Og maður heyrir sögur af því að sem hafi kannski kíkt í ruslatunnar, það var nú ekkert óalgengt, og fara í trick or treat eða trick and treat eins og ég sagði, því að ég var ekki orðin nógu góð í enskunni. En hvað það fjallum í bókinni? Ertu að taka alla hennar skala? Ég meina hvað með smiglið og allt það? Já, þú veist, það er hérna saga og ég fann alveg þegar ég var að taka þessi viðtöl og líka bara Suðurnesjamenn. Að þetta saga sem pínu erfið líka og kannski þess vegna höfum við ekkert farið í það að segja þessa sögu ennþá. Af því kannski við fengum okkur neikvæðan stimpil fyrir einmitt smiglið og svartamarkaðsbraskið og bara Suðurnesjamenn fengu á sig Þjórsárver fyrir bara að vera að viða sér efni á vellinum. En fyrir þessu eru síðan skýringar. Þú veist, þetta er ekki svo einfalt og mér varst einmitt áhugavert að fara í það en auðvitað er það viðkvæmt líka. Og eins sem maður fer yfir hvernig var að vinna hjá hernum og þá var allir með stektu frasi look busy, do nothing og það er líka skýring á því, þú veist það er ekki það að menn hafi verið latir í vinnu á vellinum. Þetta var bara öðruvísi samfélag, þetta var herstöð og það var bara unnið eftir allt öðruvísi reglum og ég vil til dæmis að herinn fjármagnaði menntun fyrir rosalega marga, hendi bara milljónum í að mennta fólk hérna á vellinum. Þannig ertu með viðtöl eða ertu bara með upplýsingar frá Suðurnesjamönnum eða Íslendingum sem unnu hérna í bókinni? Já, ég er mikið að viðtölum, bæði við náttúrulega þá sem komu á sýninguna og þegar ég var að undirbúa þessa sýningu og það var ekkert vandamál því að það vildi allir fá að vera með og það vildi allir fá að segja söguna og áttu allir einhverja skemmtilega sögu. Og voru menn að segja smygl-sögur? Já, menn eru alveg ófeimnir við það. Það er það þykir svolítið skemmtilegt að eiga eina góða smygl-sögu, sko. Ég veit að við getum talað endalaust smygl-sögur og annað hérna, en hvað með eins og eru mikil ummerki, þú veist, við sjáum jú þessa þotu hérna fyrir aftan, en eru einhver önnur svona ummerki á vellinum fyrir utan, kannski húsnæði við sjáum hérna gamla sjúkrahúsið, Andrius Theater, sporthúsið er orðið hérna í íþróttahúsinu þeirra, við finnum veitingastaði sem voru og eru núna veitingastaðir, Er eitthvað annað en það? Já, við sjáum nú hérna í kirkjuna, það er til dæmis mjög merkileg bygging og rauninni merkilegt að hún hafi verið fyrir öll trúarbrögð og kaþólska kirkjan festi kaup á því húsnæði þannig að það er ennþá trúarstarfsemi þar. Annað svo sem hefur fengið nýtt hlutverk en mér finnst eiginlega gaman að hvað við höfum haldið svolítið í hlutverk húsana og við erum með svipaða rekstur eins og ég segi leikskólinn og grunnskólinn og svo framvegis. En svo eru göturnar? Já, svo þykir mér vænt við það að þær fengu nú að halda sér götuhautin. Þó að það fengi íslensk nöfn, þá fengu göturnar að halda sér upprunalega. Og við megum einmitt, við þurfum að passa okkur líka á því að þetta er gömul herstöð og þetta er hluti af okkar menningarsögu. Og það er mikið hægt að halda í eitthvað, þó auðvitað viljum við færa þetta í borgaraleg not og nýta þetta áfram, en aðeins að reyna að geyma einhvern hluta af sögunni. Til dæmis einhver blokkirna verða áfram kana gult, það er nú alveg must. Hvað er svona vinnsla á þessari bók? Var eitthvað svona sem kom þér á óvart? Já, það var margt sem kom mér á óvart. Fyrir að fyrsta náttúrulega bara strax þegar ég fór að skoða þessa sögu kom mér á óvart hvað er lítið til þessa sögu. Það er bara mjög erfitt að finna myndefni sem sýnir bara þetta hversdagslíf á vellinum. Það segir ákveðna sögu líka, sko. En síðan tók ég til dæmis viðtal við þann sem var félagsmálastjóri á vellinum í áratugi og þar sá ég líka betur hvernig maður haldið utan um fjölskyldur hérna og hvað það var í rauninni magnað og þar segir hann til dæmis frá því að eiginkonur hermanna áttu pínu erfitt hérna svona fyrst þegar kom í kyrðina og róna því þá fór að brjótast fram einhver svona, hvað maður að segja, einhver áföll sem þau orðið fyrir æsku fór að bara brjótast fram í kyrðina og rónni að herstöðun á Íslandi. Það þurfti bara mikið að vinna með það. Þannig að það var margt svona áhugavert. Getur ímyndað hvað þetta hafi verið margir Íslendingar í heildina sem hafi unnið hjá Kananum í meira en 50 ár?
Þetta góð spurning, kannski ekki eins margir að myndi halda því að fólk vann hérna bara alla sína tíð, menn voru ekkert að hætta hjá hernum. Það var bara mjög gott að vinna hérna upp á velli. En ég veit það og það til dæmis mjög áhugavert og skoðar hvað margir Bandaríkjamenn fóru í gegnum þessa stöð á þessum tíma. Það var hátt í 200.000 manns. Það gríðarlegur fjöldi. Og það náttúrulega gríðarleg áhrif líka þá sem að lítur að hafa á þetta samfélag allt hérna í kring. En það er alveg ljóst að varnarlið hafði ofboðsleg áhrif á samfélagið á Suðurnesjum, Keflavík, Njarðvík og sveitafélögin hér í kring. Allur þessi fjöldi fólks héðan á svæðinu sem að vann hérna upp á velli og allt sem að tengist þessu, þetta er náttúrulega mjög mikið að fjalla í rauninni. Já, það er hægt að fara í margar áttir sko og ég er rauninni tæpi stundum bara á því helsta. Til dæmis eins og tónlistarlífið á Suðurnesjum og bara þegar Beatle fæðist hér, ég meina það er bara heil saga sko, þannig ég er rétt tæp á því. En það er rétt eins og þú segir, áhrifin á sveitafélagin eru gríðarleg og ég var sjálf í átta mikið á eins og með Njarðvík sko, hvað þarna fór mikið fjármagn í gegn og mér var bent á það að það eru 3 götur til dæmis í Njarðvík eru steinstiftar. Þannig að það er bara peningur frá kananum. Og Krossin, skemmtanahaldi það fjármagnaði uppbyggingu á íþróttum á svæðinu. Einn af fyrstu grasvöllunum á landinu er reistur hér að gerðu hér í Njarðvík. En svona á heildina liti þá hefur þetta verið mjög skemmtilegt verkefni með þér og Suðurnesjumenn og margir Íslendingar náttúrulega eru bara hugsað með hlýhug til varnarliðsins í rauninni eftir alla þess að vera hérna. Já, ég heyri það alls staðar. Og það er bara gaman að heyra það og því ég held bara samskipti okkar hérna á Suðurnesjum voru góð við herinn og það var gott að vinna fyrir herinn og auðvitað var náttúrulega hagstætt fyrir allt svæðið og það hjálpaði auðvitað til en það hefði ekki verið þannig ef samskiptin hefði verið erfið. Þau voru bara góð og menn eignust hér vini og eru ennþá í samskiptum við vini sína erlendis og það er líka gaman að segja frá því að hermenn eru ennþá að panta sér eina pylsu með öllu til Bandaríkjanna sko. Það er magnað. Já. Vallarbraut 12 í Njarðvík, 3 herbergja íbúðir í smíðum á besta stað í Reykjanesbæ. Sendum Suðurnesjamönnum okkar bestu óskir gleðileg jól með þökk fyrir viðskiptin á liðnum árum. Hugverktakar EHF. Orgelið eða drottningin í hinni rúmlega 100 ára gömlu Keflavíkur kirkju var komið til ára sinna og komið tími til að smíða nýtt orgel. Það vantaði peninga en það komu margir að því verkefni og hjálpuðu til að safna fé til að smíða nýtt og glæsilegt orgel. Við fórum í Keflavíkur kirkju, hittum orgelsmiðinn og organistan og hlustuðum. Orgelið, það svona, hvað getur við sagt, eiginlega svona hjartað í kirkjunni? Nokkurs konar? Ég held að meira? Ég held að trúin ég held að Guð sé hjartað sko. Ég held að það sé, en þetta er allt til þess að auka á þau hughrif sko. Þetta eru æðarnar kannski? Já, algjörlega, ég held að þetta sé æðarnar, en þetta er sko, þetta náttúrulega er alltaf kallað drottningin sko. Drottning hljóðfæranna, það er hvað er kóngur hljóðfæranna? Ég hef aldrei, alltaf drottning hljóðfæranna. En kirkja er kannski, það vantar svolítið mikið í kirkjur þegar ekki eru hljóðfæri í kirkjónum, sko. En hvaða tilfinningu færð þú það núna þegar þú ert komið með svona óbúslega mikið hljóðfæri, nýjustu gerð, uppfært, það er eiginlega ekkert eftir af gamla orgelinu sem átti að nýta hluta. Hvernig er þá að vera komið með svona hljóðfæri? Hvernig er þetta svakalega mun? Þetta er bara sturlaður munur, sko. Fyrir það fyrsta náttúrulega, sko, er maður laus við
við sko að þurfa að vera að berja í það til þess að losa tóna sko, því þetta náttúrulega byggist á, eins og Björgvin kemur örugglega til með að segja ykkur eftir sko, að tengikerfið eru svona tréþynnur sem að leiðum maður ítir á tón að þá er tréþynna sem að togar í og fullt af hlutum gerast, en í gamla voru þetta einhverjir vírar og þetta var fest með einhverjum krónutengjum og dóti og var bara til vandræða. Þannig að nú allavega sem sagt kemur að þetta að virka almennilega og við erum eiginlega komið með meira en helmingi starra hljóðfæra því við getum þessar rafkúplingar sem ég var að sýna ykkur áðan þarna með þessum einu puttu og bæti við, þá er eiginlega komið með 3 sinnum starra hljóðfæri, myndi ég allavega það sko. Og við erum búin að sitja núna sem sagt tunguraddir í pedal, tungurödd á borð 1 og tungurödd á borð 2, þannig að þetta er orðið bara svo stórt og mikið. Liturgíski þátturinn í kirkjunni er náttúrulega númer 1, 2 og 3, þannig að þetta er æðislegt hljóðfæri í að spila undir á kórum og vinna með kóra og í þessari aðstöðu sem við höfum hérna, því að nú erum við náttúrulega búin að stækka rýmið sem að kórinn fær til muna meðan það sem var, sko, að því að við færðum pípundarinn í eldhús. Þetta eru eldhúspípur. Hvað með hljóðið sem að mun síðan óma hér í kirkjunni það er nú nýbúið, það er búið að vera framkvæmdi hér á undanförnum árum, þannig að kirkjan er búin að vera, er orðin aðeins öðruvísi. Það er, eins og Björgvin var að segja með, það er búið að taka niður einhverjar teppalagningar og annað, þannig að hljómurinn er góður. Hljómurinn er bara æðislegur. Ég náttúrulega söng hérna í kórnum sko 98 til 9 og eitthvað þarna og þá man ég eftir þessum teppum öllum panill á veggjum og þetta er himinn og haf þarna milli. Hér er bara orðinn rosalega góður hljómur og Björgvin sem fer nú í flest öll tónlistarhús, hann segir að þetta sé besti hljómur sem hann er nokkurn veginn heyrt í. Ekki? Segir hann það ekki alltaf? Já, þannig að þetta er búið að vera samt svolítið saga á bakvið þetta, það vantaði aura og þetta kostaði mikla peninga, þetta er gríðarlegt framkvæmd. Ég held að þetta var næsta skref, við byrjuðum 2010, 2012 að byrja að taka kirkjunni í gegn, komin í gamla horfið frá því sem hún var hérna 1914, þegar hún er byggð fyrst og þetta er bara það síðasta sem við þurfum að gera, nú er eiginlega þetta bara punkturinn yfir íðið, en þetta er alltaf stór punktur yfir íðið þetta er alveg bolla. En Björgvin, þú settir svona eitthvað tækni fítusa í þetta líka fyrir Arnór, Bluetooth og hér er USB-tengja orgeli, það er ábyggilega ekki mörg þannig í dag. Nei, þetta er ekki eina orgel á Íslandi með þessu möguleika. Fyrst þegar við fórum að spjalla þetta orgelið og í nýtt orgelið, þá heyrði ég það strax á Arnar að þetta var rosalega mikilvægt að fá hérna Bluetooth og geta verið með iPad hérna nótur og geta flett og þetta er allt til staðar hérna núna og svo náttúrulega bara þessi elektrónik sem við getum nýtt okkur í dag að vera með einhverjar svona kombinasjónir, 800 stykki, 800 kombinasjónir. Arnór hafði 2 kombinasjónir í gamla hljóðfærinu og þær voru flóknar að þjónusta. Hér er hann með 800 eða jafnvel fleiri kombinasjónir, þannig að hann ýtir bara á einn takka og fær alltaf nýjar raddir. Þannig að þetta verður mikil breyting fyrir Arnór og það tekur hann núna nokkra vikur að læra almennilega á hljóðfærið. Það var hægt að vera með óskalög hérna niður. Já. Það er ekkert mál. Og ef ég ekki kann þau þá sit ég bara síman í USB-tengið og spila. Nútíma hljóðfæri í gamalli kirkju. Já, en þetta náttúrulega samt allt gamalt. Eina sem er svona kannski þetta nýtískulega er þetta Bluetooth og USB-tengi og combination. Þetta var náttúrulega ekkert í gamla daga. Menn voru bara með menn í vinnu við þetta. Fyrst náttúrulega til þess að moka kólum í hljóðfæri til þess að keyra þau áfram Já. Þannig að þetta sem betur fyrir breytist og tæknin í einhverju þessum svo öðru en haldið í gömlu pælingunum með vindinn og allt þetta dóttir í
Það má líka segja kannski að hljóðfæri, eða kirkjan kannski komin núna með hljóðfæri sem að útlitslega passar mjög vel inn í húsið. Ef maður hefði verið að smíða nýtt orgel hérna bara í kirkjuna nýja 1914 eða eitthvað svoleiðis, þá var mjög líklegt að það fengið eitthvað svona útlit eins og þetta hérna núna. Útlitið eins og það var í orgelinu frá 1967, það var ekkert hannað sérstaklega inn í kirkjuna og mjög mikið ójafnvægi hérna upp á söngloftinu hvað það snertir. Það var kannski líka þegar Arnór þurfti orðið að sparkja í, það er ekkert á því, eitthvað ójafnvægi út af því. Já, það farið að halla rosalega mikið. Björgun og þetta virkar mjög mikil framkvæmd, þannig að og þetta mjög glæsilegt að sjá allt saman. Já. Þetta stórmál að setja þetta upp eða ekki? Jó, það nú alltaf svolítið mál að setja upp orgel í kirkju, það verður nú að segjast. Og þó að þetta sé kannski ekki flókin mubla hérna, þá finnst mér hún fara alveg svakalega vel í húsinu og það er mjög gaman að heyra þegar fólk segir að vá, það er eins og þetta var alltaf verið hérna. Og þetta handverk okkar og svo megum við ekki gleyma honum Sigmari Vilhelmssyni sem setur þessa æðislegu dillingu hérna á gripinn og sem gefur þessu bara svo mikið grand útlit. Og þetta er alveg ný rödd í hljóðfæri, þessa rödd köllum við Principal 8, er svona grunnrödd í hljóðfærinu og ég veit að Arnór saknaði hennar mjög mikið, gefur orgelinu virkilega góða og þétta fyllingu. Og svo ertu komið með hérna, já, að því að við vorum að tala Bluetooth og svona eins að tækni nýjungar, þá nú oft talað bassabox. Já. Þú vorst eitthvað að segja okkur frá þessu hérna, þetta væri bassaboxi sem að vera að nýta hérna rými sem að var kannski ekki nýtt áður. Já, akkurat. Hér inni var svona hálfgert eldhús og var alltaf voðalega mikið drasl hérna og þegar ég kom að stilla og vinna við orgelið þá hugsaði ég alltaf ægilegu sóðaskapur þetta hérna. Kórinn skilið eftir óhreinna bolla og annað en sko, þetta var eiginlega bara svo borðleggjandi að nýta þetta rými hérna fyrir bassapípunar. Hér eru megnið af pípunum sem hér eru inni eru úr gamla orgelinu og hér þurfti aðeins að rjúfa gata á þennan, þetta er gamli útveggur kirkjunar og hérna var bara gamli glugginn, svona bogagluggi sem búið að færa hérna aftur einhverja 2 metra eða 3. Og hérðan berst síðan bara bassinn, þess vegna kallum við þetta bassaboxið. Og þetta hentar bara afskaplega vel að smetla bassanum þann inn í. Og það nóg pláss hérna fyrir kórinn og kórfélaga? Já, við eiginlega bara auglýsum hér með eftir fólki í kórinn, það er nóg pláss. Þegar við getum byrjað að æfa. Við veitum ekki hvernig það verður. Nei. Og það er svona búið að vera fresta formlegri vígslu, eða ekki? Jú, við ætlum... Á drottningunni? Jú, drottningin bara, hún verður pröfukerri síðar. Sko, við ætlum náttúrulega að taka upp messur sem eiga að vera jólin. Það verður náttúrulega ekkert helgihald hérna jólin nema streymt. Þannig að það verður kannski það fyrsta sem fólk heyrir alveg með hljóðfærinu í þeim messum, sko. Svo verðum við bara að gera svo góð skil eftir áramót. Það verður bara áramót að sprengja. Björgun, hvað ertu búin að setja upp mörg orgel á Íslandi? Já, þetta er 41. orgel sem ég smíða sjálfur. En svo á ég nú handtök hérna í orgelum einmitt hérna á Suðurnesjunum. Ég setti upp orgel í Útskólakirkju frá meistara mínum, Tjöggel, og eins í Hvalsneskirkju, Kálfatjarnarkirkju og það voru þau fyrstu sem ég setti upp hér á Íslandi en það er náttúrulega ægilega gaman að setja upp eigin hljóðfæri og hér er líka alveg virkilega búið að vera gaman að vera hérna í Keflavík og við virkilega notið þess að vinna hérna fyrir Keflvíkinga og alla hérna notið þeirra þjónustu sem við veitt okkur hér. Það eru margir búin að koma að þessu og hjálpa til og náttúrulega í öllum þessum endurbótum á kirkjunni.
Já, fullt af fólki sem búið að, sko, Þórunn grínast nú stundum með það, en sko, hún talar að það eiginlega sama hvað iðnaðarmönnum hringir í, sko, eða vantar eitthvað, þá þeir eiginlega komnir kvistbæðing vegna þess að það bara þannig að við sem búum hérna, það þykir öllum bara vænt þetta hús og þessa byggingu, kirkjuna sína, en að fólk einhvern veginn alltaf til í að hjálpa til og það bara alveg frábært. Við erum mjög lánsöm með það. Björgvin, er þetta besta orgel á Íslandi? Erfið spurning. Já, erfið spurning. Já, sko, að því við vorum að tala hljóminn, hvað hann hefur lagast í kirkjunni, að við tölum gjarnan það að kirkjan eða húsnæði sem orgel stendur í, það hálft hljóðfærið og hér nýtum maður þess virkilega að hlusta á orgelið því að þetta mjög gott hljómhús og þar af leiðandi verður orgelið líka mjög gott og mjög gott. Algjörlega. Fleiri tónleikar þegar COVID verður farið? Engin spurning. Það bara, og ég vona líka bara að organistar landsins, og ég nú strax búin að heyra í mönnum sem hafa bara áhuga því að koma og halda tónleika, því nú opnast þeir möguleikar. Nú bara stutt í Keflavíkurflugvöll, við getum kannski að fara að flytja eitthvað inn. En viltu ekki sýna okkur fjarstýringuna hérna á Drottningunni? Hérna niðri? Jú. Ertu með allt hérna sem uppi? Þetta bara allt, það allir fítur, tölvan bara hérna með sem sagt, það getur bara farið hérna yfir og, já, ég kann ekki alveg nóg að láta þetta ennþá, sko. Þetta ekki reynilega skipt minni, sko, þú veist, það finnir ekki neitt. Þú veist, það allt í þessu. Meira þess að Bluetooth-tæki. En eina sem ég sakna það USB-tengi hérna. Skiptir ekki. Þetta bara alveg magnað, getur gert þetta, haft þetta hérna niður og verið með lítinn kór hérna með mér í messum, kvöldmessum með einhverju söngvara. Það æðislegt, brúðkaupin, verið hérna. Maður fær aldrei að sjá brúðuna hann kemur inn, loksins, þú veist. Leið við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við vorum að ljúka við 72 sína jólablað Víkurfrétta sem liggur frammi á dreifingastöðum á Suðurnesjum en einnig rafrænt á Víkurfréttavefnum. Við erum að skrifa fréttir alla daga á Víkurfréttavefnum vaff.is og golffréttir á kylfingur.is. Næsti þáttur Suðurnesja Magasíns verður á jóladag en við verðum með ýmislegt fleira í pokahorninu á Hringbraut yfir hátíðarnar. Skoðið endilega dagskrána þar. Við þökkum fyrir okkur. Verið sæl.